Ok. Góðan daginn, góði bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem hér eru í fundarsal bæjarskrifstofunnar á Reyðarfirði. 3. júní 2026. Ég bið ykkur hjartalega velkomin til 416. fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og ég segi hann hér með settan. Fundurinn tekinn upp og streymt í beinni útsendingu á heimasíðu Fjarðabyggðar. Ég fæ það hlutverk að boða fyrsta fund nýrrar bæjarstjórnar og stýra fyrsta lið dagskrár. Þar sem ég hef lengsta setu í bæjarstjórn og er ákveðin aldursforseti. Ég vil þó taka það fram áður en einhver misskilningur verður, það er verið að vísa til starfsaldurs í bæjarstjórn en ekki lífaldur. En mig langar hins vegar að byrja áður en við förum yfir dagskrána að bjóða nýja bæjarfulltrúa velkomna og óska þeim velfarnaðar í starfi. Framundan er nýtt kjörtímabil með fjölbreyttum verkefnum og áskorunum. Við eigum það sameiginlegt að vilja leggja okkar að mörkum til farsældar og framfara í Fjarðabyggð. Þóttu við munum eflaust ekki alltaf vera sammála leiðirnar að markmiðinu. En ég hlakka til samstarfsins á komandi kjörtímabili og vona að umræður okkar og ákvarðanir verði sveitarfélaginu til heilla. En ég verð líka að viðurkenna að ég fann fyrir ákveðinni pressu við undirbúningin á þessu fundi. Fráfarandi aldursforseti hefur nefnilega verið þekktur fyrir að fara ekki alltaf styðsta leið að efninu. En ég ætla ekki að reyna að keppa við hann í dag og ég ætla bara að snúa mig beint að dagskránni. Herru, hér á dagskrá í dag eru 8 liðir sem falla undir almenn mál. Fyrst er það kosning forseta bæjarstjórnar Fjarðabyggðar 2026 til 1 árs. Kosning fyrsta og annars varaforseta bæjarstjórnar 2026 til 1 árs. Kosning aðalfulltrúa bæjarráðs Fjarðabyggðar til 1 árs. Liður 4 er kosning nefndar sveitarfélagsins 2026 til 2030 samanber 62. grein. Ráðning bæjarstjóra 2026 til 2030. Samþykkt stjórn fundarsköpunar bæjarstjórnar. Það var verið að leggja fram breytinga á samþykkt stjórn og fundarsköp bæjarstjórnar Fjarðabyggðar sem að félagið sér lagfæringar á 62. grein nefndir sveitarfélagsins. Síðan er að auka aðalfundur SSA sem verður 5. 4. júní næstkomandi á morgun og fundar áætlun bæjarstjórnar. En þá göngum við til dagskrár og fyrst á dagskrá er kosning forseta bæjarstjórnar fyrir árið 2026 til 1 árs og fyrir liggur tillaga að Þuríður Lilju Sigurðardóttir verði forseti bæjarstjórnar. Orðið er laust þessa tillögu. Enginn hefur kveðið sér hljóðst og þá ber ég hana upp til samþykktir og þau sem hana samþykja gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá fel ég nýjum forseta bæjarstjórnar Fjarðabyggðar fundinn. Gjörðu svo vel og gangi þér vel. Þakka þér fyrir, Hjördís Helga, og ég þakka ykkur fyrir það traust sem mér er sýnt sem forseta bæjarstjórnar. Ég mun leggja mig fram við að sinna því embætti vel og mér langar líka að nýta tækifæri eins og Hjördís kom inn á að bjóða bæjarfulltrúa velkomna, bæði þá sem hafa verið hér áður og þá sem eru hér nýir og hlakka mikið til að vinna með ykkur á þessu kjörtímabili. En næsti liður, eins og Hjördís kom inn á, er að kjósa fyrsta og annan varaforseta bæjarstjórnar og tilnefnd sem fyrsti varaforseti Þórdís Mjöll Benediktsdóttir og ég var ekki búin að fá tillögu annan varaforseta. Er tillaga úr sal eftir öðrum varaforseta? Gera tillögu minn annar varaforseti sé Hrafn Bjarnason. Einhverjar aðrar tillögur? Svo er ekki. Þá ber ég þessa tilnefningu upp til atkvæðagreiðslu þeir sem eru sammála réttu pend. Og það er samþykkt samhljóða. Þá er það kosning bæjarráðs. Tillaga er borin fram að aðalmenn verði þar. Að hafa þetta allt satt og rétt. Aðalmenn verði þar Ragnar Sigurðsson formaður, Þuríður Lilju Sigurðardóttir varaformaður og
Svo var það tillaga frá minnihluta sem er Stefán Þór Eysteinsson og Hrafn Bjarnason áheyrnarfulltrúi. Það er rétt. Er einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, þá ber ég hann upp til atkvæðagreiðslu. Þeir sem að samþykkja áðurnefnda tillögu, rétt upp hendi. Og hún er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 4 sem er kosning nefndar sveitarfélagsins 2026-2030 og ég vil gera tillögu minni að leggja fram tillögu sameiginlega nefndarskipan og það byrju á fyrsta lið 62. greinar samþykktar Fjarðabyggðar sem eru svokallaðar höfuðnefndir sveitarfélagsins og þar er lagt til í fjölskyldunefnd að aðalmenn séu Ragnar Sigurðsson sem sé jafnframt formaður D-lista, Helga Rakel Arnardóttir varaformaður B-lista, Sigrún Eva Gretarsdóttir B-lista, Valborg Ösp Varen Árnadóttir S-lista og Anna Guðný Gunnarsdóttir M-lista og varamenn þar séu Íris Katla Guðmundsdóttir D-lista, Björgvin Karl Gunnarsson B-lista, Alma Eiðsdóttir B-lista, Salome Rut Harðardóttir S-lista og Þórunn Ólafsdóttir M-lista. Svo er það skipulags- og framkvæmdanefnd, þar séu aðalmenn Þuríður Lillý Sigurðardóttir, formaður B-lista, Kristinn Þór Jónasson, varaformaður D-lista, Húnbogi Sólon Gunnþórsson D-lista, Hjördís Helga S. Þóroddsdóttir S-lista og Hafþór Eiríksson M-lista. Og varamenn þar séu Sigurjón Andrés Jónasson B-lista, Bryngir Margeirsson D-lista, Sóley Katrín Heiðarsdóttir D-lista, Stefán Þór Eysteinsson S-lista og Guðröður Hákonarson M-lista. Síðan er það hafnarstjórn og þar er það aðalmenn Þórdís Mjöll Benediktsdóttir formaður D-lista, Friðrik Jósefsson D-lista, Sigurjón Andrés Jónasson varaformaður B-lista, Birkir Snær Guðjónsson S-lista og Baldur Marteinn Einarsson M-lista. Og varamenn þar séu Ingunn Eir Andrésdóttir D-lista, Sigurjón Rúnarsson D-lista, Guðbjartur Hjálmarsson B-lista, Adam Ingi Guðlaugsson S-lista og Hafþór Eiríksson M-lista. Og þá er það stjórn menningarstofu og þar séu aðalmenn Birgir Jónsson formaður B-lista, Tanja Tómasdóttir varaformaður D-lista, Júlíus Óli Jakobsen M-lista og áheyrnarfulltrúi sé Arndís Bára Pétursdóttir S-lista. Og varamenn þar séu Bjarney Birta Bergsdóttir B-lista, Hildur Ósk Pétursdóttir D-lista, Elís Ármannsson M-lista og Ásdís Helga Jóhannsdóttir sé áheyrnarfulltrúi S-lista í varamennum. Undir þessum lið er einnig kosning samkvæmt öðrum lið 62. greinar samþykktar Fjarðabyggðar og er að ræða skipun í almannavarnanefnd og gildir skipunin til 4 ára. Þar er lagt til að bæjarstjóri sé fulltrúi Fjarðabyggðar í almannavarnanefnd eins og verið hefur undanfarin ár. Og svo er það síðast í þessum lið sem er kosning samkvæmt 3. lið 62. greinar samþykktar Fjarðabyggðar sem er tilnefning fulltrúa landsþing samband íslenskra sveitarfélaga, bæði aðal og varamenn og skipað til 4 ára. Tilnefningin er eftirfarandi. Þar séu aðalmenn Ragnar Sigurðsson D-lista, Þuríður Lillý Sigurðardóttir B-lista, Stefán Þór Eysteinsson S-lista og Hrafn Bjarnason M-lista og varamenn Kristinn Þór Jónasson D-lista, Birgir Jónsson B-lista, Hjördís Helga S. Þóroddsdóttir S-lista og Alma Sigurbjörnsdóttir M-lista. Eru einhverjar aðra tilnefningar eða vill einhver kveða sér hljóðs undir þessum lið? Svo er ekki, þá ber ég þessa tilnefningu upp til samþykktar í heild sinni. Þeir sem hana samþykkja rétt upp hönd. Hún er samþykkt samhljóða. Þá koma lið 5 sem er ráðning bæjarstjóra 2026-2030. Framlögð er tillaga að ráða Jónu Árnýju Þórðardóttur sem bæjarstjóra Fjarðabyggðar frá og með 1. júní 2026 og út kjörtímabilið. Jafnframt er lagður fram til staðfestingar ráðningarsamningur við bæjarstjóra og verður kosið þetta tvennt í sitthvoru lagi. Er einhver sem vill kveða sér hljóðs undir þessum lið? Svo er ekki. Þá byrja ég á að bera upp tillögu að ráða Jónu Árnýju Þórðardóttur
sem bæjarstjóra frá með 1. júní og út kjörtímabilið. Þið megið rétt upp hendi þeir sem samþykkja þá ráðningu. Og hún er samþykkt samhljóða og þá ber ég upp ráðningarsamning Jónu Árnýjar Þórðardóttur sem bæjarstjóra Fjarðabyggðar með rétt upp hendi þeir sem hann samþykkja. Og hann er samþykktur samhljóða og þá fel ég bæjarráði að undirrita samning Jónu Árnýju til hamingju. Og þá er það 6. liður. Það er samþykkt stjórn og fundarsköp bæjarstjórnar, breytingar 2026. Ég mæli hér fyrir breytingum á samþykkt stjórn og fundarsköp bæjarstjórnar til fyrri umræðu. Framlögð eru drög að breytingum á samþykkt fyrir Fjarðabyggð sem fela í sér lagfæringu á 62. grein sem er kafla nefndir sveitarfélagsins til samræmis við núverandi nefndaskipan. Er að ræða bara lagfæringu af nefndakerfinu eins og það er í dag. Og orðið er laust þessa breytingu. Enginn sem kveður sér hljóðs og þá ber ég breytingarnar upp til afgreiðslu þeir sem hann samþykkja til að gefa merki. Og hún er samþykkt samhljóða. Þá vísum við tillögur að breytingu til síðari umræðu í bæjarstjórn. Og þá er það liður 7 sem er auka aðalfundur SSA 2026. Lagt er fram til kynningar fundaboð auka aðalfundar SSA sem haldin verður 5. 4. júní næstkomandi, sem sagt á morgun eins og kom fram áðan, ásamt kjörbréfi fyrir fulltrúa Fjarðabyggðar. Einhver sem vill kveða sér hljóðs þetta fundarboð? Svo er ekki og það er hér bara til kynningar og telst þar með kynnt. Og þá er það síðasti liður sem er liður 8 og er fundaáætlun bæjarstjórnar fram á sumarfrí. Ég legg til að næsti fundur bæjarstjórnar verði haldinn 5. 18. júní næstkomandi og síðan verði síðasti fundur fyrir sumarfrí haldinn 25. júní. Og orðið er laust fundaáætlun bæjarstjórnar fram á sumarfrí. Enginn sem kveður sér hljóðs og þá ber ég hana upp til samþykktar vinsamlega gefa merki þeir sem hann samþykkja. Og hún er samþykkt samhljóða og þá er ekki fleira á dagskrá hér í dag. Það gekk alveg lygilega vel hérna hjá okkur. Ég þarf að fara að lengja mál mitt, ég sé það. Taka fyrrum forseta til fyrirmyndar. En við munum boða til næsta bæjarstjórnarfundar samkvæmt dagskrá þann 18. júní. Og segi því fyrsta fundi nýrrar bæjarstjórnar hér með slítið.